Jæja, 6-1 sigurinn í lokaleiknum. Ekki gott að enda tímabilið svona vel? Jú. Eða í deildinni? Jú, það er mjög gott að klára deildina svona bara krafti og sérstaklega þegar við eigum náttúrulega í bikarúrslitum núna eftir 2 vikur eða eitthvað svoleiðis. Þannig það er bara mjög gott að klára það svona afgerandi. Hvernig fannst þér leikurinn sem þú spilast? Mér fannst það bara svona, ég veit það ekki, það var gott að komast í 2-0 náttúrulega. Svo bara náttúrulega mikill vindur og svona, það hafði kannski mikil áhrif á leikinn en mér fannst það bara klára okkur vel og vera kraftmiklar í dag. Eins og þú segir, þið að fara að mæta Þrótti aftur í bikarúrslitum 1. október. Svona gott að fá þennan leik núna til þess að máta sig við þær? Já, algjörlega, en þú veist, ég meina það er bara alveg gjörsamlega nýr leikur og eins og er alltaf í bikarnum, þetta er bara ný keppni og þær eru með hörkulið Þróttur þrátt fyrir að þú veist, tölunar í dag kannski sýni það ekki. En þú veist, það verður hörkuleikur en við erum bara mjög spenntar. Þið klárið Íslandsmótið í öðru sæti og eru komin í bikarúrslit og náið þeim árangur að komast í riðlakeppni meistaradeildarinnar. Ekki bara heilt yfir sáttar með tímabilið? Ég get sagt við verðum sáttar með tímabilið heilt yfir ef við verðum bikarmeistarar. Ég get orðað það svoleiðis kannski. Ertu ánægð með þína eigin frammistöðu í sumar? Já, ég er bara mjög ánægð með mína eigin frammistöðu og já. Þú ert með 3 stóðsendingar á daginnar, 1 marki en þú vantar 1 mark til að jafna markametið. Er það ekki svolítið fúlt? Jú, það er kannski smá fúlt en ég tek bara stóðsendingarnar í staðinn. Herðu, það er riðlakeppni framundan hjá okkur. Hver er staðan hjá þér? Verður þú áfram með Breiðablik innan tímabilið eða er eitthvað ákveðið? Ég er fyrir riðlakeppni með Breiðabliki. Það er allavega eins og staðan er núna. Gangi vel. Takk.